Já, komið sæl, landlæknir og aðri góði gestir. Það virkilega gaman að vera með ykkur. Þetta forsíðan af fyrirlestri sem við munum halda í september, þegar við munum halda lýðheilsuráðstefnu þar sem við erum búin að brjóta lýðheilsuvísana niður á hverfin, reyna að tengja það saman við gögn rannsóknar og greiningar og tekjuupplýsingar brotið niður á sömu hverfi í allri borginni. Verður sannarlega geysilega skemmtilega ráðstefna sem ég hvet ykkur öll til að mæta á. Það mjög mikil deigla í þessari vinnu og umræðu innan borgarinnar. Við höfum eiginlega sett kraft í hana á grundvelli samstarfssamnings við landlæknisembættið sem við gerðum fyrir tæpum 3 árum og þar erum við í fyrsta lagi að koma mjög sterkt inn í samstarfsverkefni heilsueflingu. Fyrsta lagi heilsueflandi skóla. Við höfum reyndar útvíkkað það og segjum heilsueflandi skólar og frístundastarf. Þar erum við að horfa á leikskólan, grunnskólan, frístundastarfið. Við vitum af því og ég spyr alltaf sérstaklega eftir því þegar ég heimsæki framhaldsskólana sem eru reyndar ekki reknir af Reykjavík, en þeir eru langflestir, ef ekki allir, í borginni í verkefnu heilsueflandi framhaldsskólar og maður heldur stundum algeng villa sem maður gerir að halda skólarnir séu eins og þeir voru þegar maður var sjálfur, en það til dæmis búið að úthýsa gosdrykkjum í Vestló, meðal annars út af heilsueflandi verkefnu og þannig má áfram telja. Það ekki búið að banna þeim að fara í Kringluna hins vegar, en það væntanlega svona næsta skref. En síðan eiginlega með innblástri af þessum verkefnum þá fórum við í samstarfið Félag eldri borgara og LFB Skram leiddi með mjög róttæka og merkilega stefnumótun heilsueflingu fyrir eldra fólk í Reykjavík sem var skilað nýlega og við erum þegar búin að taka fyrstu ákvarðanir á þeim grunni, 27 konkrét tillögur þar sem meðal annars verður búið til heilsukort fyrir hvert hverfi, þannig að það liggi fyrir hvaða aðstaða í boði, hvaða stígar eru alltaf sópaðir og sandaðir á hverjum degi, hvar er hægt að komast inn í íþróttahús, hvar er jóga, hvar er vatnsleikfimi, hvar eru gönguhópar. Vissu að þetta til í öllum hverfum borgarinnar fyrir eldra fólk, en yfirliti hefur ekki verið til og það er alls ekki gefið að þeir sem þurfa mest á því að halda í þessum hópum viti af því. Þannig að þetta annað verkefni, en síðan það þriðja verkefnið sem lítur að því sem nátengt þessu, sem að gera hverfiskipulag fyrir hvert hverfi. Þannig að við áttum okkur á því í samstarfi við landlæknisembættið hvaða breytingar þurfi hugsanlega að gera á skipulagi eða bæta það sem þegar gott til þess að stuðla að heilsusamlegu vali og vinna gegn óheilsusamlegu. Og þeir sem hafa lesið aðalskipulag Reykjavíkur áttu að sjá því að það hægt að lesa sem heildstæða heilsuborgaráætlun. Við erum ekki bara að tala heilnæmt umhverfi, heldur erum við líka að tala hvernig við hreyfum okkur til og frá vinnu. En þarna eru kaflar sem kannski hafa fengið miklu minni athygli heldur en hjólastígarnar á Grensásveginum sem lúta því að við viljum koma upp matjurtaræktun allstaðar í hverfum þar sem áhugi fyrir hendi. Þannig við erum verið að hugsa þetta heildstætt út frá heilsuborginni og það ekki síst í því verkefni en auðvitað öllum sem við teljum að lýðheilsuvísarnir og mælanleg markmið munu gera okkur gríðarlega mikið gagn og erum þess vegna mjög spennt fyrir þessari umræðu, viljum taka þátt í henni og ég ætla að leyfa mér að hefja samtalið þá hér og nú. Við erum eiginlega ef maður fer aðeins tilbaka þá erum við eiginlega stödd í 100 ára gömlu heilsuátaki sem hófst akkurat fyrir 100 árum. Nú vill þetta ekki hreyfast en já.
og var eins og mjög margar góða breytingar í samfélaginu undir alþjóðlegum áhrifum. Borgir voru orðin miðja efnahagslegra framþróunar í heiminum, brauðfæddu miklu fleiri heldur en sveitirnar og sjávarsíðan allstaðar, þannig að fólk streymdi þangað, en því fylgdu gríðarleg vandamál. Fátækt fólk bjó mjög þröngt, það voru opin holræsi út allt og ekki kostur á hreinu vatni og það þurfti að taka mjög óvinsalar ákvarðanir. Kannski erfitt að ímynda sér að það hafi verið mjög óvinsælt að gera fráveitu í Reykjavík, að koma vatnin í öll hús, en þetta var mjög óvinsælt og það voru 3 læknar sem allir hétu Guðmundur og voru í bæjarstjórninni sem að eiga mjög mikinn heiður af þess og sumir þeirra komist þeirri niðurstöðu og var ráðlagt það af fjölmörgum að hætta í pólitík eftir að þeir voru búin að leggja á sérstakann skatt til þess að koma vatni í hvert hús. En þannig var það og ég nefni þessa sögu sérstaklega því að við erum akkurat stödd á 100 ára afmæli útgáfu ritsins af skipulagi bæja sem ég hef verið að grúska aðeins í nýverið sem að Guðmundur Hannesson, einn af þessum læknum, gaf út sem var bæði læknir og frumkvöld í skipulagsmálum í Íslandi, hafði gríðarlegan áhuga á þessu og dró fram alþjóðlega þekkingu það að það ætti ekki að búa á þröngt og byggja yfir fátækt fólk og það var gert, en það var kannski ekki gert á fullkominn hátt. Hér rétt hjá í Höfðaborginni sem rétt hjá Höfða var byggt yfir fátæklinga og vatnsveitan náði nú ekki alveg þangað og fráveitan, þannig að þarna voru lengi kamrar en það er hægt að nefna þetta svæð og þetta hverfi sem hluta af umbreytingu sem hefur verið í áföngum. Þarna voru svo gert ekki satt fjármála hverfi okkar Íslendinga og þarna eru yfir 4.500 bílastæði til þess að allir sem að vinna þarna geti nú komið hver á sínum bíl og núna erum við að reyna að umbreyta þessu við miklar vinsældir þannig að núna hægt að ganga á milli húsa án þess að verða örugglega fyrir bíl og það meiri sér hægt að hjóla og taka strætó og tölurnar, vitið, þær eru svona upp í notkun allra þessara annara faramáta og það gríðarlega áhugavert og við erum í raun innblásinn af því að vinna með töluleg gögn, mælingar, ekki bara úr skipulagsmálunum, heldur í forvarnastarfi með börnum og ungu fólki. Rannsóknir og greining og þar áður félagsvísindadeild háskólans hefur í meira en 30 ár lagt kannanir fyrir unglinga í borginni. Þegar konur komast til valda í Reykjavík þá ákváðu þær að það ætti jafnframt að gera eitthvað í þessu og bönnuðu unglingadrykkju og fóru að vinna í þessu mjög markvisst og frá því að vera svo borg í Evrópu þar sem var mest unglingadrykkja þá erum við orðin borgin þar sem minnst unglingadrykkja frá 98 til 2013. Það er nú ekki lengri tíma en það. Og núna erum við að sjá svipaðar tölur í því hvernig fólk hreyfir sig til og frá vinnu. Það hefur tvöfaldist í nær öllum hverfum en þá kem ég að lýðheilsuvísunum. Við erum náttúrulega með mjög grófa nálgun þegar við skiptum þessu eftir heilbrigðisdæmum. Þannig að hlut af samtalinu sem við viljum eiga þessi afmörkun höfuðborgarsvæðið, þá erum við komið með 212.000 af þessum 330.000 sem að lýðheilsuvísarnir ná til. Þannig að þú finnur ekkert hverfi í Reykjavík sem fámennara en Vestfirðir og Austurland til samans. Því að það eru 6.000 á Vestfjörðum og 10.000 á Austurlandi með við þessa skiptingu og þá getið þið bara ímyndað ykkur hvort það sé ekki áhugavert að skipta þess eftir hverfum og skoða mismunin og við erum strax við okkar fyrstu skoðun búin að sjá ofboðslega áhugaverð dæmi eins og munin á því hvernig hlutfall þeirra sem fara gangandi eða hjólandi í vinnu í austurhluta borgarinnar svona frá 5 og upp í 10% en hefur farið úr 15% í 30% í miðborg og Vesturbæ. Það er aftur mjög áhugavert að fólki í miðborg og Vesturbæ drekkur mikið meira heldur en í austurhlutanum en það í raun kannski hlut af þessum bíllausa lífstíl. Gæti maður hugsað og gera hann svona vinsalan. En það
Þannig að við erum með það markmið að auka drykkju líka í austurhlutanum. Nei, við viljum sem sagt skoða lýðheilsuvísana og skoða aðra þættir sem við teljum vera áhugaverða og stuðla lífsgæðum, löngu, góðu og innihaldsríku lífi og móta þetta með landlæknisembættinu, setja okkur markmið og grípa inn í þar sem að það gott og áhugavert. Við erum til dæmis með markmið í aðalskipulaginu sem gæti átt heima hér í lífsaðstæður sem vegalengd að næsta græna svæði. Við erum með það markmiði að það eigi ekki að vera lengra en 300 metrar í neinni íbúð í borginni á næsta græna svæði. Ég með þá sýn að það eigi að vera göng- og hjólafæri frá Sundlaug í allstaðar í borginni. Okkur vantar það bara eina til að ná því og það í Fossvogi, en þá við líka gera hana. Og þannig mætti áfram telja. Það tvennt sem ég vildi nefna sérstaklega varðandi lífsaðstæður sem ég held að hljóta að koma til skoðunar þegar við stígum næsta skref í þessu. Annað ójöfnuður, mældur bara sem ójöfnuður þá innan hverfis eða innan borgar. Við þurfum svolítið að finna út úr því. Það geysilega mikið af rannsóknum sem að styðja við það að ójöfnuður hafi sterkari fylgni við alls konar hluti eins og ævilengd, eins og það hvað þú getur átt auðvelt með að lifa með sjúkdómum heldur en jafnvel áfengi, tóbak og óhollur matur. Þannig að ég held við verðum að skoða ójöfnuðinn og hafa hann þarna, en það eigum við að setja okkur markmið, lýðheilsu markmið að vinna gegn ójöfnuði þar sem hann birtist. Annað svifryk. Ég held að svifryk sé mikilvægur mælikvarði. Það hægt að velta fyrir sig hvort að umferðarhraði ætti líka að vera það. Tengingu við margar útkomur og kannski ætti göngufæri við Sundlaug að vera það. Ég veit það ekki. Það væri þá svona rannsóknarspurning sem hægt væri að skoða því ég ekki viss að mörgum lýðheilsuvísindamönnum hafi dottið í hug að mæla göngufæri frá Sundlaugum svona almennt í samfélögum. En þær ekki bara mikilvægar fyrir okkur til hreyfingar, heldur líka til félagslegs svona samneytis við náungan. Og þess vegna í svona íslensku samhengi þá held ég að Sundlaugar geti skipt verulega miklu máli, en það leiðir kannski öðru að félagsauður, tenging við annað fólk, samfélag við annað fólk, hvort sem það mælt sem þáttaka í félagsamtökum eða annað, getur líka verið áhugaverður mælikvarði, því að í næsta fasa held ég að við förum að tengja saman þau gögn sem við eigum og við höfum í samvinnu verið að kortleggja hvað borgin á gögnum og það heil hafsjór. Það kemur örugglega bara bull út úr því að við myndum slengja því öllu saman og fara að tengja allt saman og fengjum allar tölfræðilegu tilvíðanirnar inn á borð líka, en ég held að við veljum rétt að þá geti þetta verið alveg ótrúlega spennandi því að svo ætlum við ekki satt að taka ákvarðanir sem byggja bæði á þeim markmiðum sem við setjum okkur samfélagið, þeim mælingum sem við eigum og prófa okkur áfram hvernig við getum búið til betra samfélag. Það hlaupa bara örstutt frá því að við erum að gera þetta í hverfiskipulagi, horfa á hvert hverfi fyrir sig út frá markmiðum aðalskipulags. Eitt af því eru heilbrigðismálin og lýðheilsan og þar ætlum við að fá að styðjast við gátlista frá landlæknisembættinu. En svona gerum við þetta markvisst. Við erum með samráð þannig að fólk þáttakandi í þessu því að allir verða að skilja hvað við erum að hugsa og hvað við ætlum að gera. Við erum að vinna með konsepti eins og 20 mínútna hverfið, að þú eigir ekki að þurfa að nota í raun bílinn til að komast allar að ferða og það sé hluti af lífsgæðunum, þess vegna þurfum við að þétta, þess vegna þurfum við að breyta ýmsu. Og svo gerum við þetta fyrir hvert og eitt hverfi og ég nefni Árbæ ekki bara því ég alveg uppheldur vegna þess að við erum komin einna lengst með Árbæ og Breiðholtið og gerum breytingar og þannig fáum við sjálfbærari og vistvænni og meira heilsueflandi hverfi. En auðvitað gengur þetta ekki bara út á inngripi gegnum skipulag eða slíkar ákvarðanir. Mig langar að enda á einu stuttu dæmi hvað það getur skapast mikil dýnamík af því að vinna með svona gögn, svona markmið og svona tölur. Við sáum það á lokuðum 100-mannafundi sem við héldum fyrir lykil starfsfólk borgarinnar lýðheilsu bara í síðustu viku
að þó að tölur líðan barna séu alls ekki þær verst á landinu, þá eru það bæði svolítið mismunandi eftir hverfum og síðan virðist eitthvað vera að gerast með stelpur. Unglingsstelpur að spennast upp í kvíða á síðustu árum og það eitthvað í gangi. Hvað það? Við vitum það kannski ekki alveg ennþá, en það virðist vera ákveðið samhengi milli þess og svefns og efnahagssveiflunnar. Börnum leið almennt betur eftir hrun heldur en fyrir hrun. Það var einhver svona spennuvaldur, einhver sem lét þeim líða illa fyrir hrun og það kannski að koma aftur. Getur verið að það sé vegna þess að ójöfnuður farin að birtast í daglegu lífi barna og meira áberandi hátt og áður. Getur verið að, sem var eitt af því sem var velt fram í þessari umræðu, að þeim tíma sem þú verjir í snjalltækjum að horfa á öll flottu fötin eða hvað nú æðislega lífið sem að náungin á, ýki þennan mun á milli barna og sé kvíðavaldandi af sjálfu sér. Það var allavega ein kenningin sem var smellt fram að það var ástæðan fyrir því að kvíði hjá stelpum sé aukast hraðar en hjá drengjum. Að svona hlutir skipti meira máli í þeirra lífi. Ég veit það ekki, hugsanlega inngrip, eigum við að berjast fyrir lengri svefni hjá unglingum í Reykjavík? Eigum við að fara út með leiðbeiningar það, alveg svo við förum út með leiðbeiningar útivistatíma? Eigum við að ræða við foreldra hvort við eigum að taka höndum saman snjalltíma? Að hann sé einhvern veginn, ef að athuga hvort einhver skóli hefði áhuga að fara í tilraunaverkefni með okkur, hvort að það hafi áhrif á aðra þætti. Ég held að við séum bara að byrja umræðan það hvernig við getum nota lýðheilsuvísana, aðrar rannsóknir og mælingar sem við eigum, kannski þurfum að bæta einhverjum við, ekki bara hvað þú borða mikið grænmeti, heldur hvað þú notar snjalltækin mikið, eða eitthvað annað sem máli skiptir. Við vitum til dæmis að tími með foreldrum skiptir geysilega miklu máli á unglingasaldrinum, á það að vera leiki lýðheilsuvísir. Það getur vel verið að það skýri einhverja aðra þætti og svona ekki bara áhugavert frá vísindalegu sjónarmiði eða frá svona sjónarmiði heilbrigðs samfélags, svona getum við náð miklu betri árangri í því sem við erum að gera. Og jafnvel ennþá betri árangri heldur með auka 100 milljónum eða milljarði í einhver tiltekin mál til að grípa inn í þegar eitthvað komið í óefni. Svona á maður að vinna ef maður vill búa til gott og heilsusamlegt samfélag. Það vissu Guðmundarnir og það vitum við. Gerum þetta. Takk.